að fara hans yfir stærðina og uppbyggingu skápum sem er með innski í skápnum hérna við hliðina á eldavélinni. eins og við sjáum hérna á teikningunum. Við erum með hérna eitthvað skurð af ísskápnum sjálf, eða sett af skápnum sjálfum. Hérna sjáum við hæðirnar á neðri skúffunni, eða neðri skápnum og efri skápnum. Þetta er tvískipt, ísskápshólfið og svo frystiskápshólfið. Það sést ekki í ísskápinu sjálfur þetta. Þetta er aðalega sína skápin. Og sáum líka hérna á grunnmyndinni hvað hann er staðsettur, þetta er staðsett hérna. Í þessu hólfi. Kíkjum aðeins á 3D hérna, aðeins að skýra betur. Það er að ræða þessu hérna og þið sjáum að ísskápurinn er inn í hólfinu. Ég ætla að opna þess fjölskylduna sem sýna ykkur hvernig hann er uppbyggð. Skápurinn er tiltölulega einfaldra gerð. Ég ætla ekki að fara djúpt í það hvernig við útbúum hann, við sýnum það í fyrri myndböndum. Það er þessi hefðbundni extrusion sem við notum til að búa til hliðarnar og frontinn. Ég er með reference línur í þessu sem ég nota. Það er alltaf standardinn, það er sem sagt þessi hérna hæð frá gólfi og þessi reference línur sem er heildarhæðin á skápnum. Og svo erum við bara tvær hérna inn á milli. Önnur heitir reference plate fyrir neðri skáp og önnur reference plate fyrir efri skáp. Og ég set inn í þetta parameter svo við getum breytt þessu. Önnur er bara neðri skáp með 680 og efri skáp með 685. Þannig að skápurinn er ekki flóknar en þetta er bara hurðar og þetta er toppstykki og botnstykki á honum og svo hliðar og svo eitthvað bakplata. Við gætum farið að búa til einhverja dítela og búa til loftræstingu. Það er oft í þessum skápum fyrir ísskápa. Það þarf að loftræsta bakvið. Til þess að útbúa svona loftræstingugöt. Ég er ekki með það málsett. En þá myndum við útbúa hérna með void forminu. Það er void extrusion. Við þurfum alltaf að passa okkur á warp plane sé staðsett hérna þá. Reference plane. Hæðarskóp á að vera og ég set extrusion dust bara hérna -10 mm og ég endi í 20 og ég bý til gat hérna í bakið á toppnum og smellum inn málsendingum, festum þetta bara í ákveðnum breiddum. Það myndi festa þannig að hérna til dæmis 120 mm frá brún, þannig að sé hverju megin. Sama hér. 120 og botninn á okkur 30 mm og heildartittin á síðast á 30 líka. Læsum þessu bara dölu þá fylgir þetta bara breiddar á skápnum ef hann fer eitthvað af stað. Og íti svo á finish edit mode. Og þá er voidið komið nema við þurfum að nota cut-skipuna hérna. Cut-geimitir. Já, ok, hún poppaði að brynja með leiðir eitthvað cut. Þá erum við komin með loftræstingu hérna upp úr skápnum. Og síðan þarf að vera opið hérna fram úr skápnum eitthvað þátt. Ég ætla ekki að fara að útfæra þannig sérstaklega meira. Við erum búið til aðra svona loftur en neðan. Ég færi þá aftur í referensplani hérna. Og ég færi create void form. Void extrusion og ég set warp plane á þessu sem sagt. Hvað vorum við með hérna? Hæð frá gólfi. Já. Og við set sama extrusion start og end, -10 og 20. Ok. Og þetta er bara svipað stórt gat hérna neðanverðu. Og við setjum ofan.
Já, ég var frá brúninni, svona, hérna og hérna og við vorum með 125 hérna, 125 hér líka, vorum með 30 og 30 og svo ætlaði að læsa þessu öllu saman. Svona. Finish hérna, edit mode. Það er kíkja 3D, sjá hvað það gatið sig ekki og allar að koma. Og síðan er þá rissett framan á sökkulinn til þess að lofti hérna ísskápinn. Það þarf að lofta hérna baki annars það er ekki að kæla sig niður. Þetta setjum við smellega þá bara inn í verkefni hjá okkur og eins og ég segi, ég ætla ekki að fara neitt dýpra í þetta því að við ættum að geta séð hérna á teikningunum öll málsetningar og allt sem til þarf og síðan takið þið ísskápinn, fjölskylduna sem er að finna hérna vinnu og setja hann inn í þennan skáp. Bara þakka fyrir þetta í bili.